Góða kvöldið, góðir áhorfendur Sport TV og velkomin hér í beina útsendingu úr Kórnum í Kópavogi þar sem að fara að hefjast leikur Stjörnunnar og FH í Bós-mótinu. Liðin eru klár en það vantar dómarana. Tómas Mæger heiti ég og með mér Elvar Geir Magnússon. Elvar, við erum mættir á ný. Við erum mættir í hús þrátt fyrir að dómarinn sé ekki mættur. En við erum allavega mættir með góðaskapið og erum að fara að fylgja þetta með öðrum leik Bós-mótsins. Við fengum 9 mörk þegar við hittumst á laugardaginn. Skelltum okkur á leik Breiðabliks og Víkings Reykjavík. Já. Og þar vann Breiðablik 8-1 sigur. Hún ekki alveg svona það sem við byggumst við þegar við mættum? Nei, við byggumst við einhverju meira og betra en ég sé að hér koma gulir glaðir dómarar til leiks. Já, það er Þorvaldur Árnason af öllum mönnum, Gylfi og Jóhann Gunnar sem eru dómararnir hérna í kvöld. Já, og það er gaman að segja frá því að þeir eru á leiðinni til Sádi-Arabíu bara strax eftir þennan leik og eru að fara að dæma í Sádi-Arabísku deildinni á laugardaginn. Þar er hérna Mark Klattenburg sem að ræður ríkjum, er að dómaramála og hann bauð Þorvaldi og hans teymi að skella sér til Sádi-Arabíu og vera þar með góðaskapið að vopni. En það eru 2 hörkulið að fara að mætast, kannski þú rennir yfir byrjunarliðin. Er það ekki gott sjónvarp? Það er bara, við byrjum á því, dómararnir, við varum að býta í dómarunum, við kannski komum að svo fljótt inn í útsendingu því að klukkan er akkurat núna 15 mínútur yfir eins og leikurinn á að hefjast og þeir hafa bara hitað upp hérna frammi og voru nutti frammi og eru bara klárir í þetta. Þorvaldur já við skulum fara yfir byrjunarliðin hérna og það er þannig að ef við byrjum á Stjörninni sem eiga heimaleik hér eða eru skráðir fyrst, þá er Haraldur Björnsson í markinu, síðan er það Daniel Laxdal, Óttar Bjarni Guðmundsson, Brynjar Gauti Guðjónsson, Jóhann Laxdal, Jósef Kristinn Jósefsson, Þóri Geir Rúnarsson, Hilmar Árni Halldórsson, Ævar Ingi Jóhannesson, Hólmbert Aron Fríðjónsson og Þorsteinn Már Ragnarsson. Svona er byrjunarliðið hjá Garbaengum. Já, báðir leiknismennirnir að byrja og ég fagnar því. Þú fagnar því, já, og við fagnum því bara allir held ég. Ef við förum síðan í lið F-fáinga þá er það þannig að Gunnar Lífsson í markinu, síðan er Guðmundur Karl Guðmundsson, Bergsveinn Ólafsson, Böðvar Böðvarsson, Þórainn Ingi Valdimarsson, Davíð Þór Viðarsson, Robbie Crawford, Baldur Logi Guðlaugsson, Stephen Lennon, Halldór Orri Björnsson og Guðmundur Jónasson, strákufættur 1990. Nú þjálfari Stjörnunnar er sem fyrr Rúnar Páll Sigmundsson og þjálfari FH er Ólafur Helgi Kristjánsson. Og ég held að við ætlum bara að snúa okkur að leiknum, Elvar. Það eru Stjörnumenn sem byrja hérna, það er Danni Laxdal. Við erum ekkert svo sem að fara í fullt nafn og kennitölu hér. Óttar, nú, þetta er Bós-mótið og eins og fyrir segir annar leikur. Já, við halda áfram Stjarnan, halda áfram þessu kerfi sem voru að spila í fyrra með 3 hafsenda og vangbakverði. Já, þeir ætla... Það var oftast Hörður Árnason sem var svona í þessu 3 hafsenda kerfi hjá þeim í fyrra. Nú er Óttar Bjarni sem að fær hérna leik við hliðin á Danna Lax og Brynjar Gauta. Það er náttúrulega fullt af hörku öflugum leikmönnum sem er inn á bæði lið að tefla fram ansi öflugum liðum. Það er óvægt að segja það. Þetta er bara það besta á þessum ástíma. Best á þessum ástíma, maður veist ekki alveg hverju maður það búast við. Bæði lið voru að byrja að æfa og öll liðin bara í deildinni. Hérna kemur sendi fyrir, það kemur skallið
Ævar hann að skatan. Ingi. Ég þarf aðeins að snúa hérna smá tæknimálum, Elvar, þú tekur við á meðan. Já, þú bara tæknast aðeins. Það er hérna gaman að segja frá því að það eru hérna ungir og efnilegi strákar í þessu FH-liði sem eru að fá tækifæri. Það er meðal Baldur Logi Guðlaugsson sem er að spila, en hann var í fyrra, eða var í sumar, þá var hann yngsti leikmaður til að spila fyrir FH í efstu deild. Þetta er 2002. Svo sannarlega. Þetta átti alltaf að vera komið í lag. Tækni Mæjar búinn að láta sig kveða. Láta mig kveða, já. Það gerir stundum svona í tækninni. Það eru náttúrulega 9 menn á hliðarlínunni hjá FH. Ólafur Kristjánsson tekinn við og það kom nýr aðstofamaður sem var bara tilkynntur í gærkvöldi. Ásmundur Haraldsson sem er einnig aðstoðarþjálfari kvennalandsliðsins. Kemur Þórarinn Ingi hérna. Og Geir Tóti kemur hérna sendingu, en þetta fer fram við, já, svo sannarlega og það má nú líka geta þess að Ásmundur hefur víða farið á sínu ferli sem leikmaður og hann var eitt sinn leikmaður hjá Fimleikafélagi Hafnarfjarðar fyrir 20 árum síðan. Já. Káringur að upplagi. Já, þeir voru spilaði með þeim í fyrstdeildinni, þeir voru þar og heyrðum mitt þarna út á sviðtal við hann í Akraborgin í dag sem var að tala um að það sumar hafi verið einstaklega skemmtilegt og eftirminnilegt. Það var kvöldi hérna í baráttu við Jóa Lagstall. Nú, Elvar, þessi leikur er í Sound Touch riðlinum. Við vorum í Sound Sport riðlinum á laugardaginn. Ásamt FH og Stjörnunni hér er Fjölnir. Og hinum megin eru Víkingar, Breiðablik og KR. Ríkala öflugt mót. Það svona kryddar þetta lengsta undirbúningstímabil í heimi sem við Íslendingar getum státað okkur af að hafa þetta mót hérna í nóvember, desember. Það er hluta hérna, Þorvaldur með þetta. Sem að það er alveg svona harka í þessu hérna til að byrja með og menn eru að láta í sér heyra, það lofa bara góðu. Menn vita það náttúrulega að það er í harðari samkeppni við meistaradeildinni í kvöld, þannig að menn ætla að gefa allt í þetta. Menn ætla að geta sína einhvern göngubolta hérna. Ég held að Þorvaldur Árnason og hans teymi var ágætis æfingu áður en þeir skella sér til Sádi Arabíu. Já, heldur betur. Það verður skemmtileg ferðalag. Þú varst nú þarna daginn. Já, ég kíkti í Persaflóan og náði mér í smá lit. Heldur betur, það sést ennþá. Það var ekki ímaboltan. Tóti bara, dætt að Tóta. En ekki satt við þetta. Já, menn eru að láta blótsýrði falla og allir bakinn. Já. Það er gaman að sjá Ævar vera kominn á fullt aftur. Þetta var náttúrulega afskaplega erfitt síðasta tímabil fyrir hann. Var að glíma við meiðsli og bara gat afskaplega lítið spilað fyrir hann aðeins í restina. Þessi Akureyringur sem er ákaflega Káamaður á upplagi. Já, gaman að sjá hann vera kominn aftur á fullt. Það hefur lengi verið uppáhaldið af mér þessi leikmaður, alveg frá því að hann var að leika mínamenn í leikni grátt í fyrstu deildinni á sínum tíma, ungur á árum. Og ekki hann gamall í dag, samt? Nei, ekki hann gamall í dag, en voru mörg lið á eftir honum þegar hann ákvað að gangast í liðs við Garbaenga á sínum tíma. Á líka smá breytingar náttúrulega á þjálfarateyminu hjá Stjörnunni. Já, það er gaman að segja frá því, en Brynjar Björn er farinn. Hann er að þjálfa hér í þessu húsi, HK. Þetta er heimavöllur Brynjars. Já, og Davíð... Hann er væntanlega í stúkunni, gerðað fyrir eða í sófanum heima að horfa á okkur. Já, hann var með æfingu hérna bara rétt á hann. Þannig að hann er líklega á leiðinni heim, eða í stúkunni. En Davíð Snorri Jónasson, vinur þinn á Breiðholtinu, hann er orðinn aðstoðarþjálfari Stjörnunnar. Já, hann náttúrulega svona var eiginlega svona annar aðstoðarþjálfari í fyrra, en nú er svona smá breytingar og Davíð er svona einn aðstoðarþjálfari og svo náttúrulega Fjalar markmannsþjálfari áfram. Já. Halli hérna tekur enga sénsa og
kemur þessu inn á völlinn. Númer 6 Þóri Geir Rúnarsson, efnilegu drengur. Nú hjá F-ingum leikmaður númer 26, Baldur Logi Guðlaugsson, sonur Guðlaugs Baldurssonar. Já, ég talaði hann áðan, hann varði í sumar hvað yngsti leikmaður FH til að spila í efstu deild. Akkurat. Gríðarlegt efni þessi strákur, enn í 3. flokki. Nú það vantar þá 2 nýju leikmenn sem að FH hefur fengið til sín fyrir næsta tímabil eða komandi tímabil, en Guðmundur Kristjánsson, hann ennþá að klára sín mál í Noregi held ég, ekki deildin að klárast þar bara núna helgina og hérna Hjörtur Logi Valgarðsson, hann tóknaði vist eitthvað á æfingu í vikunni og getur þar með ekki tekið þátt hér í kvöld. Já, og svona áverðt að sjá svona hvernig hann mun nota þetta, vera með Hjörtlóga og náttúrulega líka Bödda Löpp. Þetta nefnilega svolítið athyglisvert tvist. En eitthvað pælingin með þessu. Hjörtur Logi náttúrulega F-ingur í húð og hár. Það Böddi líka. Og það Böddur líka. og hérna, þannig að þau frábærir vinstribakurir sem F-ingur hafa og það spurning hvort að hvernig þetta verður. Ég meina Böddi getur spilað alveg líka aðeins meira miðsvæðis. Þannig að ég haldi það að besta staða þeirra beggja vinstri bakurinn. Já, ég myndi segja það, en eins og þetta núna þá Böddi búinn að færa sig aðeins þarna inn á. Tóti tekur hérna. Já, Böddi getur spilað sem miðvörður eða jafnvel á miðjunni. Það er líka Ævar og Böddi í baráttunni og Böddi, það er yngast. Nú, einnig hérna Elvar leikmaður nr. 20 hjá FH, Guðmundur Jónasson, strákur fæddur 1999. Hérna á hægri kantinum hérna uppi og akkurat töluðu þessu orðum hérna í baráttu boltan. Stór og stæðilegur. Já, Óli Kristjáns vill skoða náttúrulega þessa ungu stráka sem eru til í kriganum, sjá hvað þeir hafa upp á að bjóða og þess vegna svona mót eins og þetta, bósmótið alveg kjörið fyrir hann til að skoða þessa stráka. Heldur betur og hérna má nota leikmenn sem ekki skráðir í liðunum. Já, það hægt að nota þetta til að skoða menn á reynslu og við sáum náttúrulega Víkingana gera það grimmt á móti Blikum á laugardaginn, en það voru nú flestir þeirra manna sem að þeir prófuðu þar sem að fengu nú ekki háa einkunn eins og lokatölur leiksins gefa til kynna. Nei, ég held að það segir allt sem segja þarf og við þurfum ekki að hafa meiri skoðun á því en þeir kannski sína okkur eitthvað annað í næsta leik. Vonu það þeirra. Það er búið að flagga hérna Jóhann Gunnar. Þetta allt á hreinu. Við vorum að tala Gylfa aðstofadómara Gylfi Sigurðsson, hann heitir Gylfi Már, þannig að við getum notað það. Já, til að aðgreina hann, svo fólk haldi ekki að þetta sé leikmaður Evertón á línunni. Já, á línunni. Já, betra. Fólk verður að hafa allt á hreinu. Gylfi Böðar, það er senda hérna á Stífi Lennon, en FH á boltanum aftur og Halldór Orri Björnsson. Hann ennþá hérna í baráttunni, þá hefur betur hérna, þá kemur Þórainn Ingi. Tóti yfir á Lennon. Lennon gefur hérna yfir til hægri á Guðmund Karl. Guðmundur Karl með sendingu hérna fyrir og æj. Það var hann Guðmundur Jónasson sem náði ekki til knattaræs, eða kannski náðan en ekki alveg nógu mikið. Þannig að Haraldur Björnsson, allra skemmtilegasti viðmælandi Pepsi-deildarinnar eins og sannaði sig á síðustu leiktíð. Já, hann var aldrei búinn í viðtal og var ósáttur. En svo fekk hann nóga viðtölum hann í restina og
allir engum vonbrigðum, var Engum alveg vonbrigðum. hreinlega frábært. Hann veit alltaf, hann bara að æfa sig allt sumarið. Ævar, Nei. já, já, og var að Hilmar Hilmar þetta, vel gert hjá Stjörnunni. skemmtilegu snúningur. Alveg frábær. Skot og yfir. Þetta var skemmtilega gert þarna hjá Hilmar Árna, hvernig hann lagði upp þetta færi. Já, það er líka svolítið gaman að sjá hvernig Guðmundur var komin hérna á 4 fætur. Sjáum við snúningin það. Þetta er vel gert, en skotið hefði mátt vera betra. Hólmbert Aron Friðjónsson í fremstu vílinu hjá Stjörnunni, hann er mikið í fréttum núna. Það eru þeir eru að karpa hérna Stjarnan og Sandefjörd. Já. Það sem að Sandefjörd bauð í Hólmbert og svo er búið að gera einhver móttilboð og þetta er svona snúast eitthvað fram og tilbaka. Það er alveg ljóst að þeir er alltaf ekkert að gefa hann. Það er hérna, við vilja fá eitthvað fyrir Hólmbert sem átti fínt tímabil í sumar. Og kannski, við skulum sjá hvað gerist hérna. Það var Guðmundur Jónasson. Stevie þarna, Robbie Crawford aftur á Stevie og þarna er Halldór Orri. Boltinn út á Guðmundur og skot hérna frá Baldri og það var á Tóti. En Stjörnumenn ná þessu. Það var það kannski við hæfið að minnast á það að Þorsteinn Ragnarsson er náttúrulega komin í lið Stjörnunnar. Hann er hérna í fremstu víglinu einnig frá Víking Ólafsvík. Já, Rúnar Páll er búinn að reyna oft í gegnum árin að fá Þorsteinn Már Ragnarsson og það tókst núna. Hann ákvað að yfirgefa sína menn í Víkingi Ólafsvík eftir að fjallu niður í inkasso-deildina og það verður fróðilegt að sjá svona hvernig hann fungerar. Hann ætti að smellpassa nákvæmlega í svona þennan fótbolta sem að Stjarnan er að spila. Þetta er ekki mikill markaskorari Þorsteinn, en kannski Duglegur. mjög duglegur og erfiður viðureignar og hérna kemur einmitt sending sem hann er að elta. En ja, svona, maður kallar eftir því, maður vill fá fleiri mörk frá honum og kannski mun hann svona bæta í þann þátt núna þegar hann er kominn í Stjörnuna. Já, svo sannarlega. Það var Guðmundur Karl á Robbie Crawford. Crawford á Guðmundur tilbaka hérna á Bergson Ólafsson. Það var að Davíð Þór. Viktori, vertu þarna í holni, gott haldur. Það var Böðvar. Steve Lennon. Beggi. Guðmundur Jónasson og hann vinnur hérna innkast. Það er svona, við tökum þessa leiki tvo saman sem við vorum með á laugardaginn og þennan, þá er svona, finnst mér meiri hreyfing á báðum liðum hérna. Já, það er alveg klárlega svona miklu betra skipulag á þessum liðum núna heldur en var til dæmis á Víkingsliðinu. Það sem að menn voru bara í engu syngi og það gerðu bara sömu mistökin trekk í trekk og úr varðeilega bara svona smá katastrófa. En hérna sjáum við að þetta er svona betur rútínerað hjá þessum liðum sem eru hér. Kemur Halli með þessar fínu spyrnu sínar, góðu spyrnumaður. Hólmbert í baráttunni við Böðvar og það er ekkert dæmt nema bara innkast. Stjarnan vann þetta mót árið 2015, Bósmótið. Hárið rétt. En FH hefur aldrei afrekað að vinna þetta mót. Nei, það er þannig Elvar að fyrsta skipti sem þetta mót var haldið 2012, þá sigraði Fylkir það. Víkingar tóku þetta mót 2013, KR 14, eins og þú segir, Stjarnan 15 og Fjölnir í fyrra. FH spilaði til úrslita við Fjölnir í fyrra. Það tók Fjölnir á 5-1. Það var Steve Lennon. Það er ýmislegt í boði sem að Bósmenn bjóða upp á í þessu móti. Það er verðlaun fyrir besta leikmanninn og það er verðlaun fyrir markahæsta leikmanninn og síðan það lið sem vinnur þetta fær stóran pakka frá Bós.
Já, ég ekki frá því að það líka valið sko fallegasta mark mótsins. Já. Og það var nú strax bara í fyrsta leik sem að Kolbeinn Þórðarsson skoraði þarna heldur betur fallegt mark beint úr aukaspyrnu og gerði strax tilkall til þess að eiga eitt af mörkum mótsins. Já, og má eiginlega segja það, þetta nú ekki margir leikir í þessu móti, Elvar, að Willum Þór Willumsson, hann markaðastur með 3 mörk og hann þarf ekkert að bæta mörgum kannski við að taka titilinn. Já, það var nú eitthvað fyrir hann að verða markakóngur mótsins. Það kannski eitthvað sem ég held að ekki margir höfðu veðjað á fyrirfram, en það á mikið eftir að renna til sjávar og Jú. við erum að sjá Víkingana náttúrulega aftur. Ég hlakka til að sjá þá svona í öðru leik eftir þessa niðurlægingu í fyrsta. Og jafnvel þá með aðra leikmenn. Já, það Við erum að bíða frétta úr Víkinni, eða ekki? Það er eitthvað sögursagnir um það. Það getur orðið fréttamannafundur jafnvel á morgun hér. Já, ég var sagt hann í dag, en það hefur eitthvað skólast til. Þetta sé nú ekkert leyndarmál að þeir vilja fá Sölva Geir Ottesen sem náttúrulega uppalinn víkingur. Ég held nú líka að fleiri lið vilji hann. Já, það er alveg klárt mál og hann er ekkert að flýta sér, hann Sölvi. Svo er alltaf spurningin með framherja þeirra sem kom og var mjög góður í sumar. Castellino. Já, Jeffrey Castellón, já, eins og ég ber þetta hann fram. Það er orðað hann við FH og þú spyr jafnvel Óla Kristjáns út í það eftir leik. Og seti ekki hérna, en ég held að þeir hafi verið innan. Þá getur svo Holbert vinnur boltan hérna með svæðinu og keyrir á. Það er Robbie yfir á Bötta. Elvar tekur þetta eitthvað Stephen Lennon dreifir sig mikið aftur og biðjum boltan, fá boltan. Halldór og Lenny. Vel gert til Lennon. Það var Tóti heldur í sinna og þetta var ekki góð sending hjá hann Halldóri. Stephen Lennon er einn af allra bestu leikmönnum deildarinnar og ég held að það er gerð skoðanakönnun bara milli allra í Pepsi-deildinni, hver væri sá besti, þá geti ég trúa því að Lennon myndi jafnvel hirða eftirsæti þar. Já, og líka ef myndan nú í framhaldi því hirða það ef við spurði hvaða leikmann vildur hafa, þau mátti velja einn úr deildinni. Og fyrst fram þegar hann kom hingað. Já, gerir góða hluti þar. Tóti, yfir á Böðvar. Gummi, komdu innan! Það var Robbie Crawford. Robbie Crawford svona byrjaði síðasta tímabil bara býsna vel, svo svona fór svolítið lítið fyrir honum. Hann hafði ekki alveg svona halda fluginu sem hann náði í byrjun. Nei, en það kom nú aðeins svona í lokin síðan. Já, það voru svona, ég getum sagt kannski að það voru svona skipta skoðanir svona á hans fyrsta tímabil. Eins og segir, hann byrjaði vel en svo var lítið að frétta hann mitt sumar. Þá má geta þess að Jón Rúnar Halldórsson, hann er hérna niður á vellinum. Formaðurinn. Hann er hérna í horninu, ég held að boltinn sé að koma í mynd þarna við bósmarkið. Já, hann er hann maður. Hann er mættur. Hann var duglegur alltaf að taka sér göngutúr meðan á leik stendur eins og frægt er. Já. Ég sá að þú varst nú eitthvað að spjalla við hann hérna rétt fyrir leik. Já, þið varst að ná í kaffibolla. Já, hann var ekki alveg... Hann eitthvað láta að heyra það? Það sagði að láta mig heyra. Var það verðskuldað? Já, veit það ekki. Það er þannig að eins og menn kannski vita þá er ég nú í þessu félagi FH og hérna þá var það þannig að hann heitir Árni Rúnar, sá sem er formaður knattspyrnudeildar kvenna eða knattspyrnuráðs kvenna, og hann er búinn að vera duglegur að sæna leikmenn, hann Árni, og ég tók hérna Twitter aðgangi minn sem að
og ég skrifaði að það væri nýr kóngur fæddur í Kaplakrika og Jóni fannst þetta bara ekkert fyndið. Það bara einn kóngur. Það bara einn kóngur. En svona, jú, ég held að hann fundist þetta svolítið fyndið. En byrju hvað hérna, Baldur Logi, Halldór Orri, sendingu hérna fyrir en það fer í Hornspyrna lags og hornspyrna. Nei, ég held að hann fundist þetta fyndið. Já, hann setur sér fast inn á tölvunni sinni. Þannig að þetta alltaf flaksinn við honum þegar hann opnar tölvuna. Það löppinn, Böddi Löpp sem ætlar að taka þessa hornspyrnu. Kemur horni, Halldór Orri hérna, hann ekki boltan og þá það Þóra Ingi með skot og hvað gerist þetta? Þetta fer í horn. Það hornspyrna. Hornspyrnu veisla sem við erum að fá hérna. Já, þetta Ræðið saman bara svo, góða. Allir saman. Óli, hittu það er gamla vesti. Allir saman. Það Stífinn Lennartsson tekur þetta horn. Hárbolti fyrir Halli hann í baráttunni. Kjarnar að kýla þetta frá. Robbie Crawford í baráttunni með nærboltanum. Vel gert hjá Crawford. Hólbjörn Friðjónsson öllum mönnum sem kemur þessu frá. Og Gunnar Nílsen að spila gegn sínu gamla félagi hérna. Það í Stjörnunni fyrir hvað, 3 árum síðan, ekki? Færiski landsliðsmarkmaðurinn. Já. Mikið toppmaður. Og skipamiðlarinn. Vinnum við það í dag? Jáhá. Bara niður á Hafnarfjörð og Höfn? Nei, hann hérna í Þorlákshöfn. Hann hérna hjá þessu fyrirtæki þessu færiska fyrirtæki, hérna Smyrjuline sem með hérna fraktara sem fer í flutningaskip sem fer í Þorlákshöfn. Þá var það komið til skila. Og að gera í honum. Það nóg að gera. Talið við hann eða þurfum að flytja gáma. Það var bara Gunnar Nílsen. Það var bara Gunnar Nílsen. Það var Stífinn Lennartsson. Við erum á Tóta. 24 mínútur búnar að þessu leik. Staðan hérna í kórnum 0-0. Engin svona dauðafæri kominn, Elvar. Nei, það er ekki búið að vera svona mikið opin færi þar sem af þessa leiks. Fengum hérna ágæti sóknartilburði hjá Stjörnunni áðan en þeir náðu nú ekki að nýta sér það. Áttu þarna skot sem var bræfingabolti fyrir Gunnar Nílsen sem að Þorsteinn Már átti og svo kom skot þarna yfir markið. Annars er ekki búið að láta reyna á Halla Björns og Gunnar Nílsen almennilega það sem af þessa leiks. Nei. Það er hérna á Jóa Lax. Þá kemur Jói hérna, Davíð Þór í baráttunni og koma að spila fangarinn út. Halldór, Böðvar. Davíð Þór. Taka hlaupið! Baldur Logi! Tóti. Það er Þóræningi. Sendingu þetta fyrir. Það er þegar þetta í gegnum alla Elvar og Jósef Kristinn kemur þessu frá. Dagsveg.
Stífi hérna í baráttunni við Danna en þetta fer til Haraldar í markinu. Hans saman bótan. Já, Það var svona kannski margir sem töluðum það svona í lok síðasta tímabils. F-fáingarnir náttúrulega svona var ákveðin deyfuð sem var yfir liðinu og niðurstaða náttúrulega klár vonbrigði að enda fyrir neðan topp 2 sem nú ekki algengt hjá F-fá, náttúrulega gríðarlega kröfur. 15 ára eða ekki? Já, Heimir Guðjónsson talaði um það í viðtölum að hefði nú bara verið miðað við allt þjálfræðilegt afrek að ná F-fá í Evrópusæti, enduðu í 3. sæti, það var Stjarnan sem endaði í öðru. Já, sumir voru með stóru orð og við nefnum ekki nöfn og svo veist aldrei alltaf verið í því liði F-fá sem endar fyrir neðan 2. Aha, og svo náttúrulega áttu þess að döpru framistuð í bikarúrslitaleiknum þar sem bara einhvern veginn svona dótröld með virðast náðu ekkert upp stemmingu í liðið. Nei. Og það fór svona umræða eftir tímabilið í gang um að þyrfti að endurnýja liðið og það þyrfti bara eiginlega að vera hreinsanir og fengu nú Ólaf Kristjánsson í útvarpsþáttinn hjá okkur helgina þar sem þetta svona kom aðeins til umræðu þar sem hann var að tala um það að hann teldi það að hafa nú ennþá lífi í þessum eldri leikmönnum. Já, en Davíð Þór, Atla Guðna, Atla Viðari, þannig að talandi um það Elvar að því við höldum þessar umræðu áðan þá er í rauninni komni til F-fá bara núna Guðmundur Kristjánsson frá Start og Hjörtur Logi Valgarðsson frá Örebró. Farnir eru Emil Pálsson til Sandefjörð og síðan Mattia Delmikovic sem kom mitt tímabili fyrra og hann er farinn aftur. Síðan eru þarna nokkri leikmenn sem eru samningslausir. Það hafa ekkert komin inn að fréttir um það. Bjarni Þór Viðarsson, Davíð Þór Viðarsson, Jón Ragnar Jónsson, Kassim Dumbia, Pétur Viðarsson og Veigar Páll Gunnarsson. já, Sérðu það að vera samið við á alla? Það er aukaspyrna hérna Elvar. já, þetta er áhugavert. Kemur. Við sáum þetta rétt áðan, það var ansi tæpið sig Rangstad sem var dæmt þarna áðan. Á Stjörnuna. Já, það var ég er ekki alveg viss um þann dóm sko. Nei, en þarna sástu til dæmis, ef við förum svona í dómaralegt fagmat mitt, þarna lét hann að aðeins halda áfram og sjá hvað myndi gerast. Halldór Orri var að komast þarna inn og flauta síðan aðeins og eftir og þetta finnst mönnum leiðilegt en þetta er bara fótboltinn sko. Það er óþarf að flauta 1, 2 og 10. Betra að flauta bara rétt. Akkurat, eins og Þorvaldur gerði hérna í þessari stöðu. Þetta er svona fyrir þá sem vilja vera dómarar, þá er þetta gott dæmi góða dómgæslu. Segir Tómas Mæger sem einmitt er dómari. En hérna er heldur betur möguleiki fyrir F-liðið. Já, og það er, ég ætla að segja Stífi takk í það. Þú segir Davíð Þór. Réttið þér. Það er að Böddi. Það gerir Böddi með skoti og þetta er yfir. Já, fín sókn hérna hjá F-fáingum. Endaði með skoti frá Böðarsinni sem fyrir yfir. Ég er samt alltaf á því Elvar, þegar þú ert með svona færi eins og þetta þá áttu bara að skjóta. Já, ég kvitta algjörlega undir það. Nú ef við höldum aðeins áfram, komnir í Stjörnuna er náttúrulega Guðjón Orri Sigurjónsson frá Selfossi, Vestmannaeyingurinn Gnái og svo Þorsteinn Már Ragnarsson frá Víking Ó. Nú farnir eru Ágúst Leó Björnsson í IBVF og Ólafur Karl Finnsen er náttúrulega farin í Val. Já, það voru stór tíðindi. Það gerðist bara fyrsta degi gluggans að Valsmenn héldu fréttamannafund þar sem var tilkynnt að þeir voru konur með Ólafur Karl Finnsen og sem var einhvern veginn. Hann sagði það í viðtölum að hann hefði verið komin svolítið á endastöð í Garðabænum og menn verið bara algjörlega sammála um það, bæði hann og þeir sem það stýra. Svo ég er ekki með þetta skráð hérna en er ekki rétt hjá mér að hérna Máni Austmann, hann er ennþá hérna, bróður hans. Já, Dagur Austmann. Hann er farin í, hvað? Hann skellti sér til Eyja. Hann skellti sér til Eyja, já. Já. Það var það sem var málið. Garðbæingar eru að leita til Vestmannaeyja. Já, það er nú einn búsettur Garðbæingur þar, Kristján Guðmundsson. Já. Þetta er svona spurning, þetta eru algjörlega strákar sem eru náttúrulega algjörlega óskrifuð blöð í efstu deild. Er að koma upp úr öðrum flokki?
Þetta var mikið eftir að gerast. Ég held að leikmannhópurinn í IBVF eftir að breytast talsvert í viðbót áður en flauta verður til leiks í Pepsi-deildinni. Það er ennþá nóvember. Það er bara nóvember og stutt í jólin. Við byrjum að halda þau. Byrjum að klára þetta bósmót og klárum þetta yndislega bósmót. Þorsteinn Már aðeins að ógna nálægt því að stela boltanum. Að Becka. Kemur sendingina frá Robby yfir á alltaf fara Tóta. Það er náttúrulega kóngurinn Jóhann Laxdal. Ofsaki. Það er einhvern veginn þannig að það er skrítið stjörnulið sem að bræðurnir eru ekki í. Við erum búin að vera svo lengi og við erum svo vanir þeim þarna. Laxdal bræðurnir. Þeir eru sannarlega á sínum stað. Frábærir fótboltamenn. Robby Crawford. Ævar Ingi. Það var búið að vera líf í honum Ævari. Ég segi nú það svona fyrirfram að ég held að við munum sjá leikmenn hérna í þessu leik Elvar spila svona 45 til 60 mínútur. Flest. Já, ég held að það sé alveg klart mál. Það er verið að fara að bara eins og í fyrsta leiknum við erum að fá urmula skiptingum þegar svona líða fyrir á leikinn. En það er gaman að sjá hérna þá spila aftur saman Brynjar Gauta og Þorsteinn Má sem að náttúrulega urðu að nöfnum saman þegar þeir voru tveir ákaflega spennandi leikmenn hjá Víkingi Ólafsvík, ungir að árum og nú eru þeir sameinaðir í stjörnubúningnum. Já, reyndari og eldri og betri. Já, ég held að það sé alveg hægt að kvitta vel undir það. Það gefur hérna á Baldur Loga. Æjæj, hann hefur meitt sig aðeins þarna Jói, hann fekk boltan ekki á góðan stað. Og hann yngast hérna yfir á Böðvar og Böðvar á Davíð Þór. Já, þetta er vel mikið spil hérna í gangi, þetta er gaman að þessu. En við viljum fá mörk, Elvar. Það er Tóti, sendingu hérna fyrir, sérnum við komast í það, þá er Guðmundur Karl, hvað gerir Guðmundur Karl með skot, en það fer í Brynjar. Wow! Hörgu skot! Þetta var skot, maður! Já. Sjálfsögðu varðan hann þetta. Sjáu þetta. Boltinn dettur hann fyrir hann og búm, þetta er vel varið, þetta er alveg ekta. Þetta er atvik. Þetta er skráðu þetta ekki bara sem bestu tilraun leiksins? Ég segi það, og til þrif, líka til, hjá Haraldi Björnssoni. Kemur Böðvar með hornið. Jósef Kristinn kiksar þarna boltan, Baldur Logi nær honum á honum. Kemur Robby Crawford, ætlaði að gefa út í tegin og þá kemur Baldur Logi. Þá koma stjörnumenn. Þorsteinn yfir á Hilmar Árna. Hilmar Árni er þarna með þrjá. Yfir á Ævar Inga, hvað gerir Ævar með Tóta? Tóti berst þarna eins og ljón og þeir halda áfram að Tóti nær þessu og það er Inga sem að F á. Nei, þetta er inn á vellinum. Bara Hólbert. Gerir Hólbert, gefur út og Þorsteinn með skot. Þetta var nú ekkert besta skot í heimi og þá komaði fanga Guðmundur Karl. Gefur á Stífi og Stífi á Robby og Robby hérna yfir á. Það kemur Óta Bjarni og skallar þetta og það er að barátta þarna Þorsteinn og Guðmundur Karl. Það er mikið barátta í Þorsteini Ragnarssoni.
Samviskusamur sveita strákur. Úr Grundarfirði, svo við höfum það til tekna. Hann er ekki úr Ólafsvík, það er næsti bær. Þorsteinn með sendingun Ævar Inga, hvað gerir Ævar Ingi? Hann er með Böðvarhöfuð fram með sig, Ævar Ingi er þetta með boltan. Ævar Ingi með skot og Gunnar Níelsen verður þetta gott skot og vel varið hjá Gunnari Níelsen. Hefði hann það að gera eitthvað betur þarna, held ekki? Já, ég held að svona, hann hefði geta gert betur þarna fyrst í aðdraganda færi sinn sko. Hefði geta komið sér í Þarna, þetta er orðið þraugt, Böddi er í honum. Já, Böddi gerir þetta vel með því að loka þess á hann. Þá er það Hilmar Árni og þetta er eitt helsta vopn Stjörnunnar. Það er fyrst leikatriði frá honum. Kemur Hilmar með hornið hérna, það er skalli og það er skot sem er yfir. Víðsfjarri þetta skot. Víðsfjarri, já, við erum búin að fá hérna færi á báða bóa og fínar markvörslur hjá þeim félögum, Gunnari og Haraldi. Beggi tilbaka á Gunna. Jóli Héðursson er hérna á bara borgaralega klæddur. Já, ekki að gera sér líklegan til að koma þessu. Og Baldur Sigurðsson líka. Eyjólfur átti flott mót í sumar að mínu viti. Ákaflega hæfileikaríkur leikmaður sem að úr Breiðholtinu. Algjörlega úr neðra Breiðholtinu. Það er leiðilegt hvað meiðslin hafa verið svona leikan grátt undanfarin ár en hann hefur svona það horfið til betri vegar. Þá komum Stjörnu með Þorsteinn Már. Hvað gerir Þorsteinn? Og Beggi til varnar. Þorsteinn heldur boltanum. Þá er það Jósef Kristinn og Þorra. Þorsteinn, nei, þetta var nú ekki alveg að ganga upp þarna. Þorra Geir Rúnarsson nr. 6. Við förum aðeins yfir byrjunarliðin hérna. Það var að lið Stjörnunnar, Haraldur Björnsson í markinu, síðan Daniel Laxdal, Óttar Bjarni Guðmundsson, Brynjar Gauti Guðjónsson, Jóhann Laxdal, Jósef Kristinn Jósefsson, Þorri Geir Rúnarsson, Hilmar Árni Halldórsson, Ævar Ingi Jóhannesson, Hólbert Aron Fríðjónsson og Þorsteinn Már Ragnarsson. Og liðið FH er þannig að Gunnar Níelsen í markinu, síðan er það Guðmundur Karl Guðmundsson, Bergsveinn Ólafsson, Böðvarsson, Þóran Ingi Valdimarsson, Davíð Þór Viðarsson, Robby Crawford, Baldur Logi Guðlaugsson, Stevie Lennon, Halldór Orri Björnsson og Guðmundur Jónasson. Dómari hér er Þorvaldur Árnason og með honum er Jóhann Gunnar og Gylfi Már. Eðalteymi er á leiðin til Sádi Arabíu eins og hefur komið. Það eru fjör hjá þeim. Dæma legg í Sádi Arabísku deildinni. Já. Þetta er bara flott. Þetta er viðurkenning. Ævintýri. Þau gerast enn. Og ég get sagt að dómarar landsins fari í nýtt sett á næsta ári. Hvernig verða þær á litin? Þeir verða rauðir, þeir verða svartir og síðan er einn svona fyrir mig grænn búningur. Grænn fyrir þig? Hvað blikið það er það? Nei, pólitískt. Framsóknar græn? Framsóknar græn. Það er ekkert á þetta og áfram með leikinn og það var Þórainn. Það er þannig í þessum með dómaratreyjur, við tölum við það, þá er alltaf skipt á HM ári. Alltaf þegar Ísland kemst á HM? Alltaf þegar Ísland kemst á HM. Ég geti líka verið að segja rámt, það geti verið gert í EM líka. Og hér er þetta? Baldur og þetta er markspyrna. Hvort það sé 2 ára eða 4 ára, þannig að þeirra er stór mót í gangi. Spennandi að sjá svona
hvernig leikmenn eins og Halldór Orri og Guðmundur Karl sem komu náttúrulega fyrir tímabilið í fyrra og fundu sig ekki hjá FH-ingum. Leikmannakaupin hjá FH fyrir árið síðan gengu bara einfaldlega ekki upp. Nei, það alveg rétt. Og þeir fá þeir eru ennþá og nýr þjálfari mættur í brúna sem þeir þurfa að sanna sig fyrir og svo þurfa hann bara einfaldlega að sanna sig fyrir þér og öðrum stuðningsmönnum FH. Já, sjálfsög. Bötti hérna með skalla. Þannig að skamma litla bróðir. Já, vildu fá hlauparna frá honum? Hlaup frá honum. Þá var það Þorsteinn. Sendingu Tóti nær þessu og Bötti til Gunna og Gunni neglir hérna fram. Brynjar Gauti hann í baráttunni. Laxdalbræðurnir og Siggi Dúlla og einhverjir að fara til Flórída eftir bósmótið. Já, þeir gera það alltaf á þessum ástíma. Þetta er virkilega fallegt í Flórída á þessum ástíma. Já, það er engin hurricane núna sko, bara gaman. Og hvað gerir hérna Gunni? Því að vel gert hjá Gunnari hérna. Þetta hefur kannski átt að vera aðeins grimmari. Vel gert hjá Hólbert einhvern veginn. Já, það sendi ekki. Það er ekki rángst á Guðmundur Jónasson. Er komin einn á móti Haraldi. Hvað gerir Guðmundur? Ekkert brot þarna. Ekkert brot, ekki neitt. Ekkert, við verðum að sjá þetta aftur. Come on, segir einhverjir hérna. Þannig að bara allt í einu var hann mættur einn gegn Haraldi. Já, og Gylfi með flaggi niðri, sérðu, og þarna hefði mátt skoti koma en fer Haraldur í boltan. Þetta er rosalega tæft sko. Þetta er á mörkunum, hefur ekki að segja það. Já, þetta Ég verði að veikjuna hérna úr fréttamannastúkun, ég hefði flautað víti hérna. Já, Það verður náttúrulega líka aðalega bara til að fá mark í leikinn. Já, ég er að tala um það, við erum ekki, sko, ég ætla bara að ágæta áhorfendur, við erum ekki vanir þessu hjá Elvar Geir. Við erum vanir því að vera í markaleikjum í bósmótinu, það byrjaði með 9 mörkum, það er ekkert mark komið hér. Já, það er nægur tími til að skora 9 mörk. Já, það er alveg nægur tími. Við erum bara ekki vanir þessu, en við erum að gera okkar besta. Brynjar Gauti hérna í barðunni og Robbie Crawford nær boltanum. FH-ingar eru hér í að hefja sókn. FH-ingar talsveit meira með boltan. Meira með boltan. Þessi sending ekki rattaði hún á réttan. Það er eins og maður segir, það er nýr þjálfari í brunni hjá FH og menn ætla að sanna sig og sína og ef það er ekki tími til þess núna, þá veit ég ekki hvenær tími er. Þetta Guðmundur sendingu en nær Tóti þessu eða Tóti nær þessu og eins og við erum að tala svolítið í þessari útsendingu, þá er náttúrulega margir FH-ingar sem hafa verið langt frá sínu besta á þessu tímabili. Já. En Steve Lennon er ekki einn af þeim. Hann náttúrulega hélt liðinu bara á floti, ég veit ekki hvað liðið hefði endað ef Lennon væri ekki í liðinu. Ekki þetta, en Elvar, það er komið hálfleikur hér í kórnum í leik milli Stjörnunnar og FH í bósmótinu og staðan er 0-0. Við ætlum að taka okkur smá hlé og þið fáið smá skilaboð. Endilega horfið á þau. Hvort sem þú kaupir á netinu eða í verslunum, þá getur þú dreift kostnaðinum með raðgreiðslum Borgunar. Því það er svo margt sem við gerum bara á jólunum. Borgun raðgreiðslur. The age of heroes will never come again. It has to. It's
It's really cool. You guys seem ready to do battle. But I've never done battle. I've just pushed some people and run away. I dig it. Don't engage alone. We do this together. What are your superpowers again? I'm rich. Justice League, frumsýnd 17. nóvember. Loksins heimasíðan okkar tilbúin og þú getur pantað allar okkar gourmetpítsur í takeaway á netinu því stundum best að fara út að borða heima hjá sér. Shakenpizza.is Gera, læra, vinna, skapa og leika þér. Ekki gleyma að leika þér. Fáðu Lenovo hjá Nýherja, Borgartúni, Kaupangi og á netverslun.is. Verslunartækni. Allt fyrir hótel og öryggið. Verslunartækni, Draghálsi 4. Hefur að kveikja núna? Já, góðir áhorfendur, velkomin aftur eftir smá skilaboð og vatnspásu hér í kórnum. Það er alltaf verið til reiðu hér fyrir seinni hálfleik í leik Stjörnunnar og FH í Bós-mótinu. Ef þið mistuð það fyrir hálfleik þá mistuð þið ekki að miklu, getur sagt það? Nei, það var bara þannig og þannig að þeir sem eru að kveikja núna bara verið hjartanlega velkomin og hérna. En það eru smá breytingar hérna. Og þegar þú segir smá, þá meinar margar. Já, ég þarf að hugsa þetta, ég þarf að horfa hérna yfir og reyna að muna. Það er því að, já, það er þannig að inn hjá Stjörnunni eru komnir Hörður Árnason,
Kristoffer Konráðsson, Máni Austmann, Kári Pétursson og Sölvi Snær Fodilsson. Og út fóru Brynjar Gauti Guðjónsson, Þorri Geir Rúnarsson, Ævar Ingi Jóhannesson, Hólmbert Aron Friðjónsson og Þorsteinn Már Ragnarsson. Það eru færri breytingar hjá F-áingum. Ég sé hérna hjá F-áingum að Vignir Jóhannesson er komin í marki, Gretar Snær Gunnarsson er komin hérna inn á nummer 14 og svo hérna nummer 32 er ungur drengur sem heitir Arnór Pálmi Kristjánsson. Davíð Þór er farin út að neini, Atli Guðnason er líka komin inn á. Við erum að finna þetta, gefið okkur tíma. Algjörlega. Og út af eru farnir þá allavega Gunnar Nílsen. Gunnar Nílsen er farin af velli og hérna Davíð Þór Viðarsson er farin af velli og Robbie Crawford er farin af velli. Bingo, ég með þetta komið, höldum áfram. Og fyrir Atla Guðnason er náttúrulega Guðmundur Jónasson farin út af. Nú er ég komið með þetta. Það er bingo í sal. Það er bingo, aftur. Robbie Crawford er allavega ennþá inn á. Hann er inn á, þá er ég eitthvað, já, hann er hann. Þá var þetta Guðmundur sem var farin út af. Já, þetta eru 3. Ok. Wow. Spilarar. Það var Stífi, hvað gerir Stífi? Bartu Jóhann Lagsdal, gefur hérna út á Þórarin Inga. Þórarin Ingi með fyrirgjöfu fyrir og þetta rúlar hérna í gegn, þá er það Guðmundur Karl. Þá kemur Jósef Kristín og Bartu við Robbie Crawford. Þeir toga í hvort annan hérna og það er guldspjald á Robbie Crawford. Já, tók bara spjaldið á sig, þetta er svona skólabókardæmi, stöðva hraða sókn og það er náttúrulega eru mjög ógnandi upp vinstra megin. Stjörnumenn og Jósef Kristinn kom öflugurinn á liðnu tímabili og eiginlega bara með hreinum ólíkindum að hvað Jósef Kristinn er búinn að vera að eyða mörgum tímabilum í fyrstu deildinni. Þetta er náttúrulega leikmaður sem er í þeim gæðaflokki að hann á að vera í efstu deild. Já, Baldur Logi fór út af líka. Þá er ég með þetta. Þá er komið bingo. Það var erfið fæðing. Það fær ekki alltaf bingo í fyrstu tölur. Nei, oft vitlausar tölur og svona, maður leitið því. Já, það er svo sannlega satt sem þú segir Lennon. Hann fór nú að reyndi fyrir sér í Noregi. Stephen Lennon? Já. Já, hann náttúrulega, ég veit ekki hvað voru mörg stíin sem hann bara gjörsamlega vann upp á sitt einstæmi fyrir FH á síðasta tímabili og mörgur þetta geta bara þakka honum fyrir það að þeir náðu Evrópusæti. Já, það voru þarna nokkur flautumörk. Við getum orðað þannig. Nú koma Stjörnumenn. Ániðan í baráttunni missi boltan, þá kemur Atli Guðnason. Hann er með Lennon hérna á vinstri kantinum. Hvað gerir Lennon? Komin inn í teginn, tekur skotið og rétt framhjá. Stephen Lennon með þetta fína skot. Þetta byrjar vel. Já, þannig skapaðist hætta upp við mark Stjörnunar, vægast sagt. Þetta er vel gert hérna. Og það var Kári Pétursson. Það er hot. Númer 7 er Sölvi Snær Fodilsson. Heldur betur. Kemur hodnið. Vignir tekur þetta. Réttur æfingabolti fyrir Vigni. Jóhannesson, markvörð.
Gretar spilaði með HK í sumar, var lánaður frá Fimleikafélaginu. Þekkir þetta hús ansi vel. Þetta hans heimavöllur, gamli. Nú, leikmaður nummer 32 Elvar hjá FH Arnór Pálmi Kristjánsson, strákur fæddur 2000. Kemur Sölvi með sendingu á Kára Pétursson. Kári hann heldur honum inn á vellinum og Ára Jósef Kristinn. Hilmar Árni og fyrir hérna í Arnór Pálma Kristjánsson. Hann og aftur Hilmar Árni mættur að taka hot. Já, hann og Halldór og kemur skot og hvað svo? Vignir verð þetta og Böðvar tekur þetta. Þetta var bara gott skot og Já, boltinn dansaði þarna eftir línunni bara. Það var bara eitt dans fyrir mig, bara tekinn þarna. Og snúningur á boltanum og Vignir var í miklu vandræðum með þetta. Það er búin að komast nálægt því að fá fyrsta marki hérna í upphafi seinni hálfleiksins. Það var Hilmar Árni með skot og Vignir hann grípur þetta. Engan annan dans. Það er vel gert þarna hjá Vignir, breyta þessum stefnu þarna boltinn af varnarmanni en Vignir las þetta vel. Vignir Jónsson uppalinn í Breiðablik þessi strákur. Fór síðan og spilaði með Selfossi hérna fyrir 2 árum síðan. Mætti svolítið í Kaplakrika í fyrra og spilaði þá nokkra leikjum í bæði allt undirbúinstímabili þegar Gunnar var meiddur og svo fekk hann nokkra leiki í sumar. Já, hann var svolítið svona byggarmarkmaður. Það var svona byggar. Þessi eftir að spila hann að leika á móti IBF. Bara að vita hvernig það er farið þá. Svona Gunnar hafi ekki verið stærsta vandamáli þar. Kaldan. Daniel og Hilmar Árna. Það kemur Þórarin Ingi og Atli Guðnason. Atli bara með 1 mark í Pepsi-deildinni í sumar og 1 mark tímabilið þar á undan, þannig að það er ekki Það er ekki að gefa bátinn þarna Nei. á alla stöðum. Búinn að skrifa undir nýjan samning við aðfáinga, þannig að Óli Kristjánsson er full að trúa því að það búi nú meira í alla þetta en hann hefur náð að sína síðustu tímabil. Náttúrulega bara einn allra besti leikmaður sem hefur spilað í efstu deild. Það er svona einn af góðsögnum efstu deildar. Já, hvað kallið þið hann í .net þættinum Pepsi ætli eða ekki? Jú. Já, það er nú ekki slæmt að vera með það viðurnefni. En hann venjulega bara lætur til sem taka á vellinum, er frekar rólegur utanvallar og lítið að sækjast í athygli og viðtöl. Já, ekki eins og sumir sem eru til dæmis núna með boltan. Sem er alveg stórkostlegur í viðtöl. Hann er frábær. Ekki miskilja mig. Ég miskilja það aldrei. Ég veit það. Elvar, svo við hérna tölum aðeins Bósmótið, þá eru við aftur mættir mánudaginn 27. nóvember. Þá með tvíhöfða, ekki? Með tvíhöfða, þá byrjum við á Fjölni FH klukkan 18:30 og síðan er það Víkingur KR klukkan 20. Þeir leikir í Egilshöllinni og enn og aftur ætla ég að minna fólk á það sem ætla að mæta þangað. Það er flott og vegleg veitingasala hjá Fjölni sem skora fólk að skoða og styrkja. En þá er það Jósef Kristinn. Það er Kári Pétursson. Kári Pétursson, númer 30. Máni vinnur hér hornspyrnu.
svo náttúrulega svona, já við skulum bíða eftir þessu hotspinnu. Það Hilmar Árni. Önnur hotspinna. Já. Hefur tekið eftir þeirra hot. Þetta er svona 50-50. En það er aldrei 50-50, það fer alltaf í hann. Þá býði alltaf báður boltan. Auðvitað. Þetta er óþolandi. Þriðja hotnið, er það ekki mark? Já. Þannig að það er víti. Já, það var þannig í skólalóðinni. Já, 3 hotn og víti. 3 hotn og víti, sko. Það er spurning hvort að það sé ekki eitthvað sem að bósmótið ætti jafnvel að skoða að taka upp. Hann myndi kredita. Hann myndi kredita, heldur betur. Við skulum koma þessu til skila á nýherja menn. Kemur þessi fyrir og Grétar skallar henda frá. Það var að Dóri og Alli og Dóri með sendingu hérna á Stífi. Svona nett bakkryðning og enda dæmdi Þorvaldur á þetta. Fyrir þá sem vilja vita þá er Sigurður Dúlla mættur, hann kom seint. Hann var að vinna. Já, ok. Og við hvað var hann að vinna? Hann segist hafa bara gott að nöpu á Stjörnuvöll eitthvað. Þetta er ekkert hvað hann er að gera. Það er ekki bara nóg að hafa hann. Þá kemur við það hvað gerir Lennon. Nei, þetta er vítuð þegar bara þetta áfram og þeir koma þessu frá. Þórður Árnason hann sem var fyrir. Bergsveitin á Grétar. Leikurinn er stöðvaður, það eru meiðsli. Stevie Lennon. Þá kemur Róbert Magnússon, gamli hafsendinn. Úr FH. Það má líka geta þess að Eiríkur Þorvarðarsson, markvarðsþjálfari FH til margra ára, hann framleindi samning sinn við félagið nú í haust. Það er bara skipting hérna. Já. Stevie Lennon. Já, það er náttúrulega fljósa skiptingar í þessu móti og þegar óþarf eitthvað að vera reyna að láta Lennon vera eitthvað að harka þetta af sér. Það er óþarfi, það er bara spurning. Það er Atli Viðar Björnsson sem að væntanlega gerir sig kláran. Ef ég þekki mína menn rétt. Nei, hann ætlar bara að halda áfram, Elvar. Já. Lennon komin inn á aftur. Já. Bergsveit. Atli Gunnar heldur boltanum. Vel tekið á móti boltanum hann að Atla. Frábærar móttökur þessi drengur. Það var að Grétar Snær Gunnarsson. Hérna sending góð bolti á Begga hérna yfir á Halldór Orri með fínt hlaup en ekki góða sendingu. Nú Grétar Snær, hann var nú svona Twitter-stjarna í síðustu viku. Sástu það? Nei, það er bara fram með þér. Það er svolítið fyndið. Segðu frá því. Hann situr inn í bíl með félaga sinum og félaga hans biður að taka mynd, svona, Grétar, tökum hérna mynd hérna, selfie. Þá það sem gerist er það að þið sittum í bíl og þá kemur pabbi þessa stráks hinum megin með svona grímu og öskrin og ópin í Grétari eru svo frábæri og æðislega. Ég skora fólk að kíkja á þetta á Twitter. Og hver setti það á Twitter? Pétur vinnur hans. Ég skal finna þetta. Finnur þetta? Skoðum þetta eftir leik. Senda þetta. Nei, þetta er mjög fyndið. Þetta á að heimi í svona YouTube. Við vorum nú að ræða það að svona hvaða leikmaður getur mögulega farið með Heimi Guðjónssoni til HB í útvarpsþættinum. Já. Þar var stakk Tómas Þór upp á Grétar Snæ. Já. Það er náttúrulega strákur sem að, eins og segir, var lánaður til HK í fyrra, eða núna í sumar. Já, þetta getur svona kannski verið hans svona næsta skref í honum. Þetta er bara svona fabuleringar til gamans.
Já, þeir voru komin með landsliðshópinn þarna líka, sá ég. Gretar var það verður mikið að spá í spilin, sko. Gretar spilaði náttúrulega bara alltaf leiki FH á síðastu undirbúningstímabili og stóð sig frábærlega, sko. Býsna vel. Uppalinn í Haugum þessi strákur. Já. Svo við komum með smá svona inside information. Skemmtilega gert hjá Hilmar Árna. Það var Jósef Kristinn. Þeir ná vel saman, Hilmar Árni og Jósef Kristinn inn á fótboltavelli. Vel gert við góð sending hérna og það var Sölvi. Sölvi ætlaði að reyna fyrir, Beggi fyrir þarna fyrir. Já, svo sannarlega, það er alveg rétt hjá þér, Elvar. Þeir náðu saman. Þetta var mjög gott múf hjá Jósefi Kristíni að fara frá Grindavík þó svo að það sé svona skrítið að fara með liðinu upp og fara svo þegar loksins komið upp. En hann heldur betur sýndi það í sumar að hversu megnugur leikmaður hann er. Hann spila og hvað gerir þarna og fyrsta marki eða hvað? Jó, það er búið að dæma. Já, það er búið að flauta. Sóknarbrot sem að Þorvaldur Árnason dæmir hérna. Vilja meina hendi hérna maður sjá. Skulum sjá þetta. Það sé laglegt samt sko. Á hvað var hendi? Jói? Já, var hann að dæma hérna hendi á Óttar Bjarna. En þetta var svona snirtilegt. Hefði hann ekki verið með hendurnar í þessu. Tvöföld skipting, nú er Lennon farin af velli. Og Atli Viðar Björnsson komin inn og Bjarni Þór Viðarsson. Lennon og Crawford teknir út af hérna bara saman. Skosk útskipting. Já. Hagís. Það er Vignir hérna yfir á Böðvar. Gætu nú trúa því að Böðvar færi nú bara að fara á velli, Elvar. Það er ekki langt í það held ég. Þeir eru með 21 á skýrslu held ég bæði lið. Eða í hóp hérna. Wow. Kára Kári. Það er Jósef hérna fyrir fram að sem gefur á Jósef. Það gerir Jósef. Jósef með sendingu hérna fyrir. Og það er eitthvað hvernig koma þessi frá. Guðmundur Karl hérna neglir þessu fram. Það er Atli Guðna, sjáðu móttökuna. Þetta er æðislegt. Það verða Koma með! Halló! Halli með sendingu hérna. Tveir hérna spurninga tala saman strákar. Það er ágætis regla í fótbolta. Og þessi tvölið mætast hefur nú oft verið mikil harka. Já, þetta eru nágrannar. Það er hraunið sem skilur að. Austurhraunið skilur að þessi lið. Svo kom náttúrulega bara nánast eldgos þarna í kringum leikinn fræga á Íslandsmeistaraári Stjörnunnar þegar liðið náttúrst við í Kaplakriganum. Já. Magnaður dagur í íslenskum fótbolta að fá svona hreinan úrslitaleik um Íslandsmeistaratitilinn. Já, það er alveg hárrétt og hvað 6.000 manns sem voru mætt í krigan. 5.500 erfæðingar. Hörður Árnason líkti þarna að taka á móti boltanum. Já, hann fattaði ekki alveg hvað hann var staddur í heiminum. Augnablik. Það var Böðvar. Krissi! Davíð Bjarni segir.
Bjarni spilaði náttúrulega lítið í sumar vegna meiðsla. Það er líka með hans feril eins og því miður margra að meiðsli hafa sett hans í stórt strik í reikningin. Var að mála hjá Everton á sínum tíma. Það er ekki alveg með þetta hreinu. Ég held að eini leikur hans við aðlið Everton hafi verið í Evrópukeppni. Já, það var í Europa League, það er á rétt. Kom það inn á sem varamaður. Já. Já, við verðum svo aftur á ferðinni hérna eftir helgi, mánudaginn í Tvíhöfða. Við strákarnir í Tvíhöfða. Já. Minnum á það, við eftir leika þá förum við niður á grasið eða teppið og heyrum í mönnum sem verður síðan spilað inn á fótbolti.net. Hefur ekki enn tíma. Austmann, Máni og þá kemur Jóhann Laxdal hérna. Hvað gerir Jói með skot og þetta var vel skotið og Já, varði þetta bara. Varði þetta, hann Vignir. Hotspinna er það. Sjáum þetta aftur, hvernig boltinn dettur þarna til Jóa Laxdal og hann náttúrulega bara lætur vaða. og ekki réttur maður á réttum stað og Já, ég veit það maður. Hann skoði svellin. þannig heyrðum við rödd Rúnars Páls Sigmundssonar. Þetta er bara væl. Kemur hodnið boltið dettur þarna niður og þá er það Arnór og þá er það Atli Viðar Björnsson. Það gerir Atli á Bjarna, Atli aftur á Bjarna Þór. Þá komaði Fengur, hann er með Atla Guðna hann á kantinum. Sendu á hann, nei. Það er átt að taka þann, nei, það er kannski ekki en hann var alveg frýr hérna. Það var Tóti, Bjarni, Tóti barðunni, fær eitthvað spilnu. Menn er fannir að byggja þetta. Stjórnumenn á bekknum, þeim fannst þetta að vera stjórnumenn á bekknum fannst þetta að vera frekar lítið. Tilbyða Jesú. ...68 mínútur komnar á klukkuna hérna og staðan er Stjarnan 0, FH 0. Fáum við fyrsta markið núna, það er spurning. Aukaspyrna hér á vænlegum stað hjá FH. Böðvar Böðvarsson gefur hérna inn í, þarna eru og það er horn. Sölvi gefur horn, setur hann í horn. Og löppir mættir til að taka hornið. Já, já. Helgi og Einar. En ég sagði á hann, ég byggist við því að löppinu væri nú að fara á velli. Ég held að sé að fara að gerast bara núna. Hvað, viltu svona fá hann út af það? Já, nei. Þeir eru nú góði félagar. Jú, við erum mjög góði félagar. Skiptið næst. Stjarnan er að fara að gera hérna markmannsskipti. Já, og inn á er að koma Baldur Olsen og Páll Hróar Helgason. Baldur Olsen er varamarkmaðurinn og í þessum leik. Hann er hér að hita upp hann Guðjón Orri. Guðjón Orri er bara að skokka. Eða skokka, æfa sig bara. Hann er ekki skráður á skýrslu við hann í dag. Nei. Atli Guðnason
ætlaði að nota þetta stjörnumann sem batta, það gekk ekki. Þá er það Þórarinn Ingi Valdimarsson, Eyja Pegin Knái. Það var Bjarni Þór og Gretar Snær. Kynniði sendingu sem ætlaði á Halldór og það var Atli Gunna. Hvað gerir Atli Gunna? Hann er alltaf með boltan. Hvað gerir Atli? Gefur hérna fyrir og þar eru 2 og hvað er búið að flagga? Jóhann Gunnar, hann setur flaggið upp og það er skipting hérna. Gefur kynna skiptingu og Farðu yfir. Tóti. Bummi. Böddi farði í vinstri bak og Dóri. Það verður bara í Hámaðjó. Æ, Darri, verður með. Herru, hérna Elvar, skulum við fylgjast aðeins með. Hérna er Guðmundur Karl farinn af velli og Halldór Orri farinn af velli. Inn á er komið, við erum að tala um FH, inn á er komið Helgi Freyr Sigurgeirsson og Einar Örn Harðarsson og Brynjar Sigþórsson hérna nr. 19 er kominn líka inn á. eins og gengur að gerast í þessum móti þá lækkar meðalaldur liðana alltaf Og Þórarinn Ingi líka farin út af. eftir því sem líða tekur á. Já, það gæti bara opna flóðgáttir hér. Og við vorum búin að segja frá skiptingunum hjá Stjörnunni. Hann er kominn í markið nr. 25 Baldur Olsen og nr. 23 Páll Hróar Helgason. Páll Hróar er fæddur 2000 og Baldur einnig. Nú FH-ingarnir sem voru að koma inn á eru Brynjar Sigþórsson er fæddur 98. Einar Örn er fæddur 2001 og Helgi Freyr Sigurgeirsson er fæddur 99. Þetta er ungt og efnilegt og meðalaldur farin hérna niður í alla trissur. Gretar og Helgi. Kári reyndi að brjóta sér þarna leið í gegn en komst ekki í gegnum þennan múr. Nei. Maður geta þess að Helgi Freyr er líka mjög littakur og góður handboltamaður. Ok, þú búin að leggja harpixið á hilluna eða? Nei, ég er ekki viss. Ég sá hann daginn. Veit það ekki. Það er eftir að vera í báðum greinum, það er ekki tækt lengur sko. Sér það að komi bósmót hérna í nóvember og svona, þannig að það er bara fótbolti allt árið um kring. Það er fótbolti allt árið um kring og svo heldur þetta áfram eftir áramót. Og áður við vitum að þá er búið að flauta til Pepsi deildarinnar. Bósið er upp að við á þessu langa, eins og þú sagðir Elvar, lengsta undirbúningstímabili í heimi. Það er núna sem að formulega undirbúningurinn er hafinn. Það er bósmótið. Búið að vera síðan 2012. Stjörnumenn hérna, flott sending hérna inn á Mána Austmann. Hvað gerir Máni? Með Begga hérna fyrir fram að sig og Beggi nær þessu og gefur þetta í horn. Já, Máni Austmann, tvíburabróðir Dags Austmann sem að gekkir að þeir IBVF á dögunum. Þeir eru aðskildir núna, bræðurnir. Aðskildir, voru í Danmörku tíma. Áður komu til Stjörnunnar í fyrra, með minnir ekki? Jú, það ekki? Jú. Og það er að koma skipting hérna hjá Stjörnunni. Kemur hérna eftir horni. Hilmar með þetta horn og fínn bolti hérna inn í Viggi nær að koma þessu frá. Kristófer Konráðsson, sonur Konráðs Ólafssonar, fyrirverandi handboltakempu. Og þá kemur hérna inn á leikmann nr. 12 Ólafur Bjarni Hákonarsson og þinn maður, tekinn af velli. Já, Hilmar Árni búinn að skila sín í dag. Hver á það að taka hornin? Það er bara
fá ekki fleiri hotn. Nei, eins gott. Þú séu hérna Sölvi. Þá er það nýjasti leikmaðurinn Ólafur Bjarni Hákonarson. Fær sína fyrstu snertingu á boltan, strax í upphafi. Gerir þetta vel, það var að Hörður. Svo tekur við yfir á Pál Hróar, nr. 23. Það var Kári, hann ætlaði nú að gera ykkur draum þarna. Það er hornspyrna. Nú fáum við svara við því hver mættir að taka þetta. Já, það er þannig þegar við erum að lýsa svona leikar að koma svona mikið að mönnum inn á og þá er maður í smá vandræðum svona til að byrja með því að þetta er ekki kannski þekkt. Þú ert svolítið áttavildur. Já, svolítið mikið af skiptingum. Smá einar í mér. Margir svona ungir strákar sem er að stíga sín fyrstu meistaraflokks skref. Já. Þetta telur allt saman og sá sem fær hotnið er Kristófer Konradsson, hann tekur þetta bara fínast á hotn og FH koma þessu frá. Einar Örn Harðarsson. Þarna vill Greta fá eitthvað fyrir sinn snúð. Fær ekki. Já, það byrjum stundafjörðungur eftir. Við hljóttum að fá allavega mark í þetta, eða ekki? Trú ekki að sé verið að bjóða okkur upp á markalausan leik hérna í bósmótinu. Mest að vera bara 0 stig ef að leikur fyrir 0-0 í samtöldriðlinum. Kláruðum bara kvótaðan hérna á laugardaginn. Morgunsjónvarpinu okkar. Morgunsjónvarpinu góða. Vöknuðum fyrir allar aldir. Vorum heldur betur ekki sviknir á mörkum. Bjarni Þór skalla, það voru Brynjar og Atli Guðna. Það núna hefur struktúr átt aftur, Greta stæla við á fyrir framann, Nóri, ekki á mikið. Bjarni hann í barðunni og Einar Örn Harðarsson hann 25, hann fekk nú að spila með FH-ungum í hérna sumar. Ég held að hann hefði byrjað leikjum móti Sindra í bikarnum. Hæstur, Óli! Óli inn! Já, þeir áttu nú ekki miklu vandræðum með Sindramenn. FH fór allavega í úrslita leikinn. Töpuðu þar fyrir IBVF. Já, þá koma stjörnumenn, Kári Pétursson, gefur hérna á Mána Austmann, Máni kominn hérna með Begga í bakkinu og kemur Helgi og kemur Kristófer. Nei, Páll Róar segir fyrir ekki. Það er smá einar áttavilt í menn. Það eru þarna á Ólaf Bjarna. Það er Jói Lags, sendi hérna fyrir. Það er Kári Péturs. Kári Péturs með skot, en þetta er í Castello skiltið. Fína pitsur þar. Nú það er líka alltaf að segja frá því að á föstudaginn eftir viku, ekki núna á föstudaginn heldur eftir 1. desember, þá verður dregið í riðla í HM. Nákvæmlega, það verður að styttast í það. Það verður mikil veisla. Það var einmitt verið að tilkynna það hjá FIFA í dag. Svona hvaða góðsagnir mæta til að hjálpa til og aðstofa við dráttinn, og þar vantar nú ekki nöfnin. Maradona og Cafu og félagar. Allt menn sem hafa lyft styttunni. Já. Góðu. Hún er að koma til landsins. Hún er að fara að mæta til landsins. Það verður hérna eitthvað til sýnis eftir áramót. Já. Ég veist þetta flottasti byggar sem að til er. Ótrúlega vel hefnaðir verðlaunagripur. Það er kannski bara Bose-verðlaunagripurinn sem er flottari á heimsvísu. Já, ég myndi segja það. Og þau verðlaun sem Bose mótið gefur. Ef þú ættir að setja pening á það, er bara allt sem þú átt, maður.
Það er svo mikið, ja, skiptir ekki máli. Ef það kemur markið í hennar leik, þessar síðustu 10 mínútur sem eftir eru, hvort lið er að fara að skora? Heyrðu, það er ekki okkar að vera með eitthvað svona, sko. Nei, ég bara spyr. Já. Nú verður bara að velja. Ég ætla ekki að taka þátt í þessu bundi. Jú. Nei. Þannig að þú vilt ekki giska það hvað... Ég get það ekki. Hvort ég liðið er hlutlaus lýsandi hérna. Hvað er aðeins? Hættus. Og bara hættur að koma ekkert mark. Sjáum hérna, Halli Guðna. Hann er ennþá með boltan. Kikur hérna skotið, það fer yfir. Haraldur var komin, Haraldur fyrir ekki við hann og Baldur Olsen var komið svolítið langt út í teginn. Fáum að sjá þetta hérna aftur. Sjáum hérna bara... Stendur svolítið framalega drengurinn. Þannig lagst dettu bara hérna. Og síðan fyrir boltinn yfir markið. Og yfir markið og Olsen. Vel gert þarna hjá Ólafi Bjarna, kallaður Óli. Já, fín barátta þessu strák. Já, flottir. Þetta eru flottir strákar hérna sem eru konir inn á í báðaliðum. Það var að nummer 7 Sölvi Snær og það er brotið á honum. Það er einn ungur þarna sem líka sem brýtur á honum. Hann, Arnór. Arnór Pálmi. Það er ágætlega mætt hérna, Elvar Geir. Hér er hættuleg sókn. Heldur betur. Kemur undan Kári Allt Pétursson. galoppi. Kári Pétursson. Það skýtur stekir á maður. Nei, búið að flagga. Ekkert mark. Kári Pétursson á öppin þarna. Já, Kári Pétursson með skot þarna í stöngina. Þetta var vel spilað og vel gert. Það var Kristoffer Konráðsson sem bjóð þetta til. Það var bara Kári að skora. Þetta er bara algjör dauðafæri. Hann á að skora þarna. Gylfi Már var með þetta á hreinu þarna aðstofdómarinn og veifaði. Þannig að Jósef kiksar þessu einhvern veginn tilbaka og býr svona til smá hættu, svona augnablik. Kári Pétursson, spilaði hann í sumar, var hann lánaður eitthvað, manstu það? Í fyrra þá var hann lánaður til minna manna í Leikni. Já. Ég var bara býsna ánægður með hann. Þetta er strákur sem hefur margt til En í síðasta sumar? Til brunns að bera. Var hann í Stjörnunni bara þar? Já, ég skal bara játa fáfræðin mína. Já, við erum ekki alveg með þetta á hreinu þetta félagarnir. Þá er það tvítnefndur Kári. Það er rúla boltamenn yfir á Ólaf Bjarna. Og þá kemur... Hann spilaði þarna 6 leiki með KFG í þriðjudeildinni á liðinu sjálfri. Knattspyrnufélag Garðabæjar. Já. Og venslafélag. Herru, hér er að koma athyglisverð skipting. Inn á er að koma Baldur Búi Heimisson og út af fer Atli Guðnason sem kom inn á áðan. Baldur Búi Heimisson, hann er sonur Heimis Guðnasonar, fyrirverandi þjálfara FH og núverandi þjálfara HB í Færeyjum. Já, spurðu hvort hann muni skella sér til Þórshafnar líka með pappa? Það er aldrei að vita. Það verður fróðlegt að fylgjast með Heimi í Færeyjum. Svo sannlega hvalreki sem að HB er að fá með því að fá þennan magnaða þjálfara Heimi Guðjónsson. Og tökum bara sko... Hann er bara, Heimir bara með Sir Alex Ferguson rekord bara hér á Íslandi síðustu ár. Algjörlega og það er á Máni og mistur boltan. Ég meina það er engin sem nær þessum gæja á næstu árum. Rekordlega séð. Ég bara fullir það. En talandi Færeyjar og Íslendinga, þá hafa þeir þjálfara sem hafa farið til Færeyja, þeir hafa gert gott mót þar. Páll Guðlaugsson, Kristján Guðmundsson. Götupalli.
Axel Axelsson í handbolta þó að það kannski ekki fótbolti en það samt íþrótt. Guttupalli, já. Lárus Gretarsson, hann var nú þarna sem leikmaður. Og við bindum bara mikla vonir við Heimi Guðjónsson. Og við erum örugglega að gleyma einhverju. Gaman að kíkja til Færeyja. Já, þú þekkir þetta það. Þið fóru alla vellina félagarnir þarna. Já. Flesta. Skoðu þetta. Í flotti vellir. Þekkjum hann eitthvað krók og gefa flottir vellir. Ég veit ekki alveg hvort að það sé kannski lýsingin. Þetta er svona flestir álíka. Þeir eru náttúrulega með gervigras. Það er bara allir fótboltavellir gervigraslaðir. Þá erum við flotta sendingu hérna. Þá kemur Sölvi. Hvað gerir Sölvi? Komin inn í teginn. Einar Örn þarna fyrir og þá er það Helgi. Kemur þessu í innkast. Stjörnumenn verður svona... Þeir eru líklegri. Já, verður ívið nær því að skora í þessu leik. Þeir eru búinir að skora, það var bara dæmt af. Það rángstöðu. Og hendi. Það test ekki sem mark. Nei. Nú kemur það, sagði einhver. Þeir eru bara að fá nóg á hotspyrnum, Stjörnumenn. Já, og tóku hotspyrnu sérfræðingin út af. Já. Illa gert. Já, það lítið það að menn sé að spila heilar 90 mínútur á þessum ástíma. En vinur minn Böðvar Böðvarsson er hann að fara að gera það. Þrátt fyrir að hafa sagt annað við mig í dag. Já, Böddi geti tekið það svona annar leik bara hérna strax á eftir. Ég segi að það er, einherjar heita það ekki þetta, sem eru að spila amerískan fótbolta. Jú. Hann getur tekið æfingu með þeim á eftir. Já, gerir það örugglega, sparkari. Já. Kicker, hvað heitir þetta? En talandi um Bose og amerískan fótbolta, þá er Bose einn aðal styrktaraðilinn á þeirri ágættu deild NFL. Það sem að headphone sem að þjálfararnir eru með eru heldur betur mertir og þetta er ekkert smá græður. En sjáum hérna sókn hjá FH, eða uppbyggingu á því, þá er það Helgi. Sendinguna fyrir, þær er Atli Viðar. Ekki nefn að skalla þetta. Arnór í baráttunni, þá er það Ólafur Bjarni. Flottu bolti og Einar Örn segir bara á undan. Máni Östmann á Páll Hróar. Páll á Sölva Snæ. Þá er það Böðvar Böðvarsson. Já, vel gett hjá Bödda, gefur hérna yfir á Ronaldo tilfellið frá Böddanum. Allt á hreinu og það er Brynjar Sigþórsson. Brynjar með sendingu hérna fyrir Atla Viðar. Þá koma Stjörnumenn og hvað gerist hérna? Nei, Bekkir hérna með þetta bara á hreinu og gefur tilbaka á Vignir Jóhannesson markvörð. Vignir hérna yfir á Gretar Snæ. Gretar á Arnór. Það eru 4-3 mínútur eftir á þessum leik, 2,5 kannski. Það voru Helgi, Arnór. Ætlaði eitthvað að reyna þarna en og Atla Viðar, þetta gekk nú ekki og þá kemur Kári Pétursson. En Gretarinn er boltann, þá kemur Ólafur Bjarni. Ætlaði sendingu þarna á Mána. Arnór, Gretar, Einar og svo Heimir, Baldur Búi pappans. Já, þú hérst bara Heimir og það er mættur. Ég held að Kamli væri bara svifnökkvinni væri mættur inn á. Láti fara sem þjálfari og svo fara bara að spila með það. Sæna þessi leikmaður. Takk 1 ár. Þetta er Stjörn Óla K. 89. mínúta í gangi, það er ekki mikil tími fyrir liðin til að skora. Byttu, hérna, Atli Viðar Björnsson, hvað gerir Atli Viðar? Nei, hann mistir þarna boltan, vel gert hjá Danieli Laxdal. Þá kemur Bjarni og Baldur Búi yfir á Gretar. Hvað ætlar að gera hérna? Þið spila tilbaka, Einar Örn Harðarsson á Baldur. Baldur skýlir boltanum vel þarna og þá er það Bergsund Ólafsson. Helgi Freyr þarna og kemur Beggi. Þá kemur Máni Austmann Hilmarsson.
Og það er mark. Máni Austmann er að koma hér Stjörnunni yfir og þetta er væntanlega sigurmarkið. Þetta verðum við að fá að sjá aftur, kemur hérna á 90. mínútu. Þetta var algjör skrípamark. Þetta var algjört skrípamark hérna, sérðu, kemur hann inni og það er eins og Vignir einhvern veginn Misreikna boltan alveg og hrapalega og Máni hérna nær snertingunni sem gera þess að verkum og hann er að skora þetta mark hérna á 90. mínútu. Og þar með er Fer Þorvaldur væntanlega bara að flauta þetta af. Já, skrípa og mark, en við fengum mark, við erum komin með mark og það er það sem við vorum að biðja um. FH var nýbúið að gera svona atlögu að markinu. Þá þáði þetta. Stjarnan átt hættulegri færi í þessum leik, alveg klárlega. Já. Stangarskot og annað slíkt. Já, FH meira með boltan kannski, en það er ekki alltaf sem telur í þessu. En við góðir áhorfendur þegar þessum leik er lokið þá sjáumst við aftur mánudaginn 27. klukkan 6:30 þá er það 2 leikir í beinni. Það sem að Fjölnir og FH eigast við og síðan KR og Víkingur. Það er í Egilshöllinni. Annars Elvar, þessi leikur, þetta er búið að vera bara með að við allt og aðstæður og dagsetningu. Fínt. Já, svona það hefur kannski viljað svona meira aksjón og fleiri opin færi en við höldum í jákvæðina og við fengum alltaf. Við það, gefur Atli Viðar Björnsson. Hvað gerir Atli? Nei. Þetta var vísfjari. Spurning hvort þetta hafi verið bara síðasti sjans. Sýnist það svona öllu. Þorvaldur var nú ekki að bæta miklu við. Nei, það er yfirleitt ekki miklu bætt við í þessu móti. Náðu nú ekki eins og 45 mínútum í fyrri hálfleik. 44-30. Og hér er flautað til leiksloka. Máni Austmann með eina markið sem skorað var í kvöld og það kom bara í lokin. Tómas Mægir, Elvar Geir og tæknifólk Sport TV þakkar fyrir sig í kvöld. Við sjáumst á mánudaginn. Verið sæl. Baldur, þetta er boltan. Hvort sem þú kaupir á netinu eða í verslunum, þá getur þú dreift kostnaðinn.